Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig setja á inn myndagallerí eða svona margar myndir saman inn á síðuna og einnig ætla ég að sýna hvernig maður tengir YouTube myndbönd inn á síðuna. Þannig að hér erum við komin inn á vinnusvæðið bara á síðun okkar og þá er hérna borðarnir vinstra megin. Þá er eitthvað hér sem heitir mynd, image, eins og þar sem maður dregur inn og þá kemur bara ein mynd. Hér er gallerí, þá getur maður dregið það eins inn og fengið marga myndir inn. Og það er bara hérna upload image, þá ítir maður á upload gallery photos from your computer og þá íti ég á það til þess að sækja myndir sem ég er búin að finna mig til og setja einhver staðar á vísan stað í tölvun hjá mér. Hérna eru 3 myndir sem ég ætla að setja í þetta gallerí, merkið er bara open, þá koma þær hér inn, hlið við hlið. Sjáðu svona. Svo líka hægt að velja sér að vera með slideshow. Það er hérna líka vinstra megin. Við dreg hér inn þennan borða. Og þá getur maður valið svona hvernig útlitið á að vera á þessu slideshowi. Hérna er bara þetta venjulegt, þar sem maður sér ekki litlu myndirnar sem eru ekki komnar. Hérna bara eru litlu myndirnar neðst. Ég ætla að velja það, continue. Og þá kemur eins, maður þarf að sækja myndirnar einhvers staðar í tölvunni hjá sér. Og hérna ætla ég bara að velja þessar 6 myndir hér. Ég ætla að hafa þær í mínu slideshowi. Og þá koma þær hér inn. Maður sér þar hverja fætur annari. Ef ég vil síðan bæta við slideshowi seinna, þá bara get ég farið inn í þetta og gert hér add photos og þá til þess að bæta við fleirum. En nú ætla ég bara að láta þetta duga, þannig að þá íti ég hér á save, bláa takkan hægra megin uppi. Þá er ég komin með slideshowið mitt. Sjáðu hérna. Hér er myndin og hér eru hinar myndirna sem er eftir að koma og hér er hægt að íta svona plates að sjá hvernig það er að koma og hægt að velja hér hversu langur tími er á milli hverja myndar og svo framvegis hérna. Og svo ætla ég líka að sýna ykkur hérna hvernig við setjum YouTube myndbandinn. Það er hér í gráa borðanum eins og hitt, hérna vinstra megin. Hér er eitthvað sem heitir YouTube. Þá drögum við það bara svona inn á síðuna líka. Það hér, og þegar ég fer hér yfir, íti hér á, þá kemur svona hérna upp, svona grár kassi stendur YouTube og hér er YouTube video url, hérna neðst. Og við þurfum að vera með slóðina af YouTube til þess að tengja. Þannig að þá þarf ég að fara inn á YouTube, þá förum við hér inn á YouTube og ég ætla að taka, ég var búin að leita hér Friðrik Dór, ég ætla að finna eitthvað með honum og bara tökum þetta hér, Eurovision-lagið. Þá fer ég inn í það. Og sjáðu, þá fer maður hér fyrir neðan og þar sem stendur sér, sjáðu þið hér, við ítum á sér og þá fæ ég þessa slóð hér. Þetta er slóðin sem ég ætla að tengja við og þá kópurum við hana. Þá ger ég Ctrl+C, fer svo bara beint inn í síðuna mína og gerir Ctrl+V hér. Í þennan borða hér sem stendur YouTube video url, þar gerir Ctrl+V. Og enter og þá er þetta komið. Þá er myndbandi með Friðrik Dór komið inn. Svo einfalt var nú það. Og það var eitt annað sem ég ætla að sýna líka. Hvernig maður setjur slóð, sem sagt hvernig ég ætla að tengja einhverja síðu inn á mína síðu. Til að tengja aðra síðu inn á vefsíðuna mína, þá er ég hér með einhver texta og ég merki hluta af honum, dreg yfir til þess að tengja þar aðra síðu inn, dreg hér, fer hér í, sjáu þið, create link, hér fyrir ofan, íti þar og þá þarf ég að setja slóðina á síðunni sem ræðir hér inn. Ég ætla að fara hér er ég búin að setja kásinskóli.is, ég kópir hana, Ctrl+C, slóðina hér uppi, fer og setja hana hér inn, Ctrl+V. Get svo haft open link in new window ef ég vil. Og þá haka ég bara við það, þá opnast hún í nýjum glugga. Íti svo save, sjáu þið þá er hún komin í annan lit hér, þannig að þegar maður dregur yfir þá getur maður ítt hér og þá opnast síðan. Þá ætla ég að láta þetta duga í bili. Takk fyrir.